Já, verið velkomin í Hjamma.net World Cup Edition og það alvöru World Cup Edition kallar sem ég með hérna, alveg kallar. Það Mækarinn, velkomin, Grikkin Geði. Takk fyrir það. Svo búlgarsku tengslin, það Gunnar Birgisson. Já, búlgarska mafían. Hvort liðið á HM? Já. Það svekkjandi. Mitt kannski svolítið lengra frá því. Já, frekar langt frá því. Grikkin hafa alveg verið að stíga upp síðustu. Gunni nú með allt betur henni en ég í dag. Svo Árborgar kongurinn sem að, já, þeir eru... Normaðurinn. Já, Normaðurinn. Já, það rétt? Eyþór Atli Olsen. Þú rétt, út með norsku tengingum. Ákvæmst að fá 2 normenn í þetta. Getum við rætt eitt áður en við byrjum? Já. Akkur ekki fáni, það fáni hjá öllum liðunum, en ekki hjá Noregi. Man líður eins og þetta sé einhvers konar samsæri mögulega. Ég skil bara, já, ekki tekið. Já, inn á Epic, það var engin fáni hjá Noregi. Alveg skrítið. Það var mjög eðlilegt. En þetta ekki bara því að Noregur world Já, mögulega. Situation. Country of world. Það er búið að gaman að fylgjast með Norrmönnum stemmingi sem er búin að vera þar. Það er rosalegt. Engri lík. Engur lík, Noregur aldrei með veg. Sko, ef við byrjum á fyrsta leik, Frakkland, Marokko, við byrjum á stóru flugvélni, Eyþór Olsen, Atli Finnsson. Hvað er að gerast hér? 1.62 Frakklandi, það ekki helviti hátt? Nei, þetta Marokko-lið bara sýnt við henni ekki gefin, sko. Þeir eru búin að vera... Þeir eru búin að vera frábærir. Bæði þessu móti og síðustu móti. Og það er ekki frábærir fyrir hálfleikum móti Kanada? Nei, en þú veist, þetta verður erfiðast að leika Frakka hinga til, held ég. Ég bara alveg nokkuð viss það. Og ég get alveg síðan þetta fara í framleikingu og jafnvel vító bara eða eitthvað, skilur. Ef að Frakkar verða með Úsman Dembele arfaslakan á hægri, þá hérna, ég geti séð þetta fara. Illa? Já, ég geti séð þetta fara bara alls konar. Mækar í sammála þessu? Nei, ég ekki sammála þessu. Aldrei heyrt af þessu þvæli. Frakkar eru bara að fara að vinna Marokko. Það er svolítið? Já. En heldur það pakkið eins og það? Nei, þeir eru náðu 2-0 á HM síðast í undanúrslitum. Það verður bara svipað. Marokko er ekki að fara að leggjast niður eins og Paraguay gerði. Þú veist, þú getur ekki mætti, Svissarnir gera það trúlega í sínu leik, en þú getur ekki mætti í 8 úrslita HM og fara bara pakki í vörð, sko. Og Marokko eru bara sattir í sammála í Hamma. Þeir voru bara lélegir á móti í Kanada, sko. Þeir unnu leikinn, allt á stórt. En þeir áttu að vera 2-3 undir í hálfleik og Frakkarnir konum með blóð á tennurnar og ætti sér undanúrslita í þessu móti og þeir gera það og þeir eru ekkert að fara að gera það í einhverju stressandi vítakeppni, það hef ég ekki trú. Ég held bara Frakkarnir vinna, ég sammála með það mjög góður stuðul. Gunni? Saibari náttúrulega væntanlega, sko. Hann verður væntanlega ekki með. Já, heyrðu, það er rétt. Þannig að það er rosalega... En það framherjinu? Það er rosalega sem var að fara í Bayern. Þeir voru hvað sem er ekkert að fara að skora og voru mikið að mörkum held ég móti Frökkum. Það er PSV-gæinn. Já, sem er í hann var að fara í Bayern. Það er náttúrulega Gabriel búin að skýta upp á bak hann, spurði hvort að Saliba eftir að gera það líka. Þessir Arsenal-gæðir hafa kannski ekki verið að heilla mikið í keppninu. Saliba er búin að vera góður svo far. Arsenal er það félagslið sem með flest þáttökur af mörkum á heimsmeistaramótinu. Er það fakt? Segjum bara takk. Fakt. Auðvitað Gunni með þetta, alveg klart. Hvað ætli það geti komið? Mér finnst Trossard enda búin að vera góð. Trossard er búin að frábæra. Hann er leiðin til Besiktas. Hver skaut Spánverjum áfram í daginn? Ég segi bara... Já, mikil meiri nú. Það var... Hvað er þú að stíða þetta? Það var reyndar... Mér finnst hann reyndar góð. Ef við förum í Spánu eftir, mér finnst hann reyndar góðuleikum. Sko... Þið gefa Gunna það. Við gerum bildur úr hverjum leika. Já, við tökum þetta eftir. Við förum bara örstuð yfir hann leikstráka, þá er þetta svona... Sko, það er eitt í þessu. Sjáu þið mörk í þessu leik? Er þetta yfir 2,5 eitthvað svo þessu? Nei. Frakkland Marokko? Já. Jú, ég get alveg séð það. Nei og já. Ég get alveg séð að vera mörku í þessu leik. Þá frá annarri hliðinni. Já, ég er að segja það. Mér finnst Marokko-leikinu... Já, þá Marokko að fara að skora, það er svolítið þvert á því sem þú ert að tala um, sko. Já, þið geta gert 1 mark. Já. Þið geta gert 1 mark. Og ég held bara Frakkandi geta alveg gert 2-3 mörk í þessu leik, sko. Frakkandi gerði ekkert í síðasta. Þeir eru þyrstir. Og Marokko, það halda allir að leikir þeirra hafi verið svo rosalega lokaðir, reitt búin að vera neitt rosalega lokaðir. Þóttir ekkert verið eitthvað risa tölur. Svo Brasilíuleikurinn í byrjun, hann átti aldrei að fara 1-1. Marokko gæti alveg gert 3 mörk ísili í þeim leik, sko. Já. Í fyriráleik, það voru betri fyriráleik. Já, og móti Hollandi, hörkuleikur, sem að hollendingar pakka bara í vörð til að reyna að halda hreinu. Það er agalegt. Já, þannig að ég get alveg séð að kemur mörk í einu leik. Og það er þannig að fyrir utan Sviss-Kólumbíu sem var í gær og svo náttúrulega þetta gjaldþrota portugalska lið að þá hafa mörkin þau eru að aukast, það eru að aukast aftur, það er datta eins út í 32 liða það er
menn þreytast hjá mig, þú þekkir þetta Já, þegar menn þú heldur var að spila í gamla dag þegar menn var að þreytast á heldur móti þér og þá fórst oftast að setja fleiri mörk af því að formið þitt og oftast aðeins betra heldur en hinnur sko. Það er bara þannig, maður getur laupið endalaust en það er ekki svolítið í dag En þú lappar hratt Já, ég labba hratt. Ég þreytist ekki að tala um það Nei. Það er rosalegt Ég elska að labba hratt Alvöru og- tempó í- Arkar. Já, hann Ég fer- Ég fyrir svona, keri brennsluna að ég hef verið með svona hlungumátt sko í hérna úti Þessum og hári já, álega svona félaga og labba með þeim að bara, jésus, ertu að koma hálftíma labb er einum og hálfum tíma en með hjamma, þá bara, maður er bara búinn eftir Maður að er labba svolítið með ATB maður Já. Maður er svolítið ATB Strákar, spátt Belgia Já, Gunni Nei, bara af því að það er svo skemmtilegi fítusar inn á Epic að hérna, ef þú fer hann yfir undir saga þú getur séð, nei það er hann bara ef þú fer hægri, þarna já og ef þú fer bara hann aðeins neðar nei, aðeins vor það er hann yfir undir saga þarna þá sérðu, aðeins neðar þú ert á því þarna akkurat þarna og þá getur þú séð sko, Hvað er þetta? þá getur þú séð að þeir hafa hitt í raun og veru yfir 3,5 einu sinni í síðustu 5 leikjum þetta er líka svolítið áhugavert að skoða sko, fyrir þá sem eru svona gagnadrifnir Já Þetta er mjög, ég er að fara að setja eitthvað á þetta Já, fyrir þetta, já. gera Ég er aðeins meiri rosa- fíkilur mér Já, ég er rosa gagnadrifin í minni nálgun En býtu, hvernig lest þetta? Ég skil ekki að það stendur yfir undir saga ef það er ör niður Já. þá náðu þeir því ekki Já. og línan er 3,5 yfir undir 3,5 Einu sinni á því þeir hafa einu sinni Hvað er verið að tala um þá? Heildar mörg Meðal já, að meðaltali heildamörk í leikjum hjá Marokko annars vegar og í leikjum hjá Fraklandi Hvað ætlar þá að veðja á þetta? Nei, þá getur þú bara séð Já, Síðast bara á, tölfræði. farið síðan Séð yfir í- tölfræðina. Já, já. farið svo yfir undir það er svo Ef þú ítir á þarna tölfræði byggð á sínustu leikjum ef þú ítir á það, kemur eitthvað þannig ef þú ítir á Nei, það þetta er sú tölfræði. Já, það er þetta Já. Já, einmitt En þetta, er þetta í leikjunum þeirra, er þetta Marokko? Þú veist, Nei, þetta er í leikjunum þeirra Já, Já. ok Þetta er í leikjunum Þetta er áhugavert Þetta er mjög áhugavert. Herðu strákar, þá fyrir við í spátt Belgia alvöru leikur, föstudags kvöldi, klukkan 7 Annað kvöld, klón 7 Þetta verður merkileg Nei, annað ekki annað kvöld, á föstudaginn, alltaf miðvikudagur í dag Já, Já, við erum að taka þetta upp á miðvikuti já Við þáttum ekki ljúga út á neitt að fimmtudaginn. því. Nei, Það er bara alveg leikur á bara morgun, það er Ég þurfti að ræsa grútin frídagur enn í dag snemma á mótni Já. Þetta er, já Spátt Belgia 1.69 spátt, mækari Já, sko 69 það finnst mér hátt Já, mér veist það líka, en belgarnir voru stórkostlegir á móti Bandaríkjunum og eina topp 3 framistöðum í þessari keppni að mínum mati og hvaðan kom þetta? Jú, hann bara reyma á þessu Pung Garcia og ég bara verið að segja það, ég er aldrei mikil Garcia maður og horfandi á ógeðan Roberto Martínez þarna rétt fyrir hvort það var leikurinn á undan ég er bara að segja alveg eins og er það bara eiðilaði portugalska landslið Afsökunar ef hann er að hlusta ef hann er að horfa Nefn að hlusta bara fínt, hringdi bara í mig Ég sagði honum að hann geti hringt í mig fyrir leikin á móti Spáni að vildi eða sér Hann gerði það ekki og þetta lið sem var stilt upp og það sem hann spilaði Jésús minn alveg en hann syndi alveg Pung Garcia og hendi Doku og þeir bruna á bekki skiptingar hjá honum og þetta allt þetta er allt gengið upp hjá Allt gengið Ég meina, hann bara kemur mennin það er bara gaggir hann framlínumannin hann sé bara ömulugur í fótbolta, það sé bara eitthvað svona hjamma típa eitthvað og Lukaku verður bara komið í lið, hann bara gerir 2 mörg og hann kemur bara með feska gæi eins og voru duglegar að hlaupa og við veit að voru Bandaríkin trúlega aldrei að fara að gera neitt í þessu leika eftir allt þetta fíasko og þeir eru náttúrulega ömulegir en belgarnir eru búin að spila besta leik keppnina sinns þeir eru ekki verið svona góður móti Spáni Gunnar Birgisson Já, ég held að hérna, ég er nokkuð sem að spátt vinni og ég held að gera það yfir ennlega tíma ég held að þeir muni ekki ná neittni stjórn á boltan belgarnir ég held að þeir muni verið kæfðir svolítið ég held að þeir verið svolítið kæfðir og þeir eru ekki með nægilega gott skyndisóknarlið til þess að geta refsað spábundur De Ketelari er náttúrulega þetta er náttúrulega í grunninn svona 10 þannig séð, þú veist, hann er að spila þú veist, aðeins fyrir aftan sendir í Atalanta með nokkra stóðsendingar í hérna Serie A hann er með 7 núna á stíðanbili 12-11 þar á undan veist, þetta er alveg svona þetta er ekki þessi strækir Nei það mesta sem við snáðum að skora er 80 mörg fyrir Klub Brugge en það er alveg spurning þú veist, ég meina, hann mun náttúrulega hann mun líklega ekki treysta á Lukaku frá byrjun hann þetta verður mun að taka De Bruyne já, ég held að De Bruyne og Doku komi báðir haldið það? Já
Ég held það. Ég held að kom aldrei báðir inn, en De Bruyne spilaði ekki neitt á móti Bandaríkjunum, það þurfti náttúrulega ekki á honum að halda. Kemur hann ekki svangur. Onana dettur náttúrulega út. Já, en hann sett ekki De Bruyne neitt inn á þessu leik. Nei. Hann sleit crossband Onana. Já, þetta getur verið vondafrétti fyrir Villamenn, sko. Þú veist, ég sé fyrir mér hann að, allan að bæðilega skora, sko. Býtu, Spátnar ekki búið þessi mark í keppni. Jú, samt. Það er bara ekki fræðilegu. Jú, nei, þeir eru ekki búið þessi mark í keppni. Býtu, það verður gaman þegar þú getur staðið þetta. Já, þeir hlæja hérna hægri. Ég hlæ mjög hátt. Ég mun standa þetta. Ég bara held að, ég ætla bara að sammála Gunnar þarna, þetta er alltaf venlu leiktími, þetta er alltaf Spátn, mista góðu stuðl og belgarnir eru bara, sko, ég sá viðtölu Courtois eftir hennar leik á móti Bandaríkjunum og hann bara viðurkenndi það hreint út að hann sagði reyndar að bandaríska lið gæti ekki raskat og þeir hefði alltaf verið að fara að vinna þá og Senegal væri með miklu betra lið en Bandaríkin og ég er að mörguldu sammála því að Senegal sem betra lið en það voru belgarnir heppnir þar. Sagði hann það? Senegal var með betra lið en Bandaríkin? Hann sagði að verið með miklu betra lið og síðan, en hann segir líka markmiðið okkar var alltaf að fara í 8 úrslitum mútið Spáni sem var ljóst fyrir keppnaði mútið bæði vinna riðlunum sinna sem þið gerðu og þeir markmiðið er klárt þeir vitir fara ekkert mikið lengar þeir vitir vinna ekki bæði Spán og Frakkland hvað þá er Frakkland verið búið að vinna Marokko þannig ég er bara sammála Gunni ég held að þeir séu bara er ekki sattir þeir koma pressulösi inn að leik en Spánverðir eru bara góðir Spánverðir var ekki góður á móti Portugal hægir bara slakir Jamal var mjög slakur Spánverðarnir -1,5 Já, ég held að Jamal komi alveg trítil hann er nóg að setja bara streit inn og seðil en ég var -1,5 bara stakt þess vegna Sjáum við hann að tölfræðina both team to score hitni 0% leikja hjá Spáni Spánn er náttúrulega fyrsta liði í sögu heimsmeistaramótsins til þess að halda hreinu 6 leiki í röð sko. og 80% í belgum en þessi 7. leikur töpuður það í vítakeppni á síðasta HM Já, var það ekki þannig Strákar, það er bara búin í 5 núna sko en töpuður satt leiknum sko Strákar, gerum eitt byggjum bilder á þetta og tökum við bilder á báða leikina og hvað sjáu þið í Frakkland þið eru sérfræðingarnir, Frakkland, Marokko hvað vil ég setja það? Hvað viltu, 2 pikk á hvert leik? 2 pikk á hvert leik Ég myndi að Frakkland vinnur Gunni fór í 3 síðast Gunni er á gulu við erum að viðkynna það Gunni er á gulu með við hvað hann horfið mikið á mótið ég segja ykkur eitt hann veit allt sko svo kemur hann hérna ég segja ykkur eitt og einhvern veginn næra fokku upp ledsendinu sínu skilur og okkar líka þessi leikur ég ætla bara að henda þessu að nút það verður jafnt í hálfleik það verður jafnt í hálfleik og svo er annað í þessu ég veit að það er í boði Mbappé mun skora síðasta mark leiksins Nei, getum við séð þetta fyrir hálfleikur X Mbappé Mækari tók hans í gleru ég er alveg skítrættur núna ég myndi líka vera það fyrir hálfleikur fyrri hálfleikur ef þú ferði nei, það er hana fyrri hálfleikur er þarna við niður í vinstra megin aðeins niðar fyrir hálfleikur fer niður og fer bara hana jættibli það er enginn sem þekki fyrir hálfleikinni að bela mörk leikmanna það er hann uppi og svo fer niður hann á fyrsta marki niður leikmann skora síðasta marki ég vil langar að sjá þetta ég er áhugað saman um þetta það kom bara eitthvað köllun þetta er 9 þetta verður 0-0 svo skoraði Jabbil 1 og svo skoraði Mbappé í lokin eða eitthvað þannig erum við Marokko byrjar að sækja í staðin fyrir að fara þú veist bótið þú skor nóg eða eitthvað svoleiðis að þá gæti alveg komið 3 mörk í einu seinni hálfleik þú veist að Marokko er jafni en þú veist þegar að þá vantar úrslitamarkið þá verður það að kill í kíl ég ætla að leyfa Gunna að vera með þennan special þetta verður bara special þetta er bara special Gunni special þetta var eina sem við langaði að koma ef við farin úr jörðina Gunni and cooking farin úr jörðina og gerum tökum eitthvað 2 pikk á hana leik Gunni verður heima sem er þennan ég sé að Frakkarnir vinni hún er alltaf sami áhættu þykir þú ætlar að gera 2 pikk það var 1.62 reyndar á og ég held að Mbappé skori venilegt já þeir eru bara það komið svo mikið samkeppni uppi núna markahólstitilinn Messi skorar í gær og skorar hann ekki bara þeir fá alltaf víti líka
Ég held skori. Þetta Alli Finnsson. Já, ég sko ég langar svolítið að setja bara á En byrju Ef það er 1-6-2 á Frakkland. Nei, í venjulegu sko, venjulegu, það lækkar alltaf í já, lækkar alltaf. En prófa að sleppa Mbappe og setja 7,5 horn í leikinn. Það var það sem ég ætlaði að gera. Ég ætlaði að setja yfir horn og Frakkland, streitun. Já, það sem ég er að segja, ég verið með það þá. Já. Nei. Það er alltaf lægra. Yfir 7,5 horn. Það er eiginlega samt bara annar liði sem er að fara að fá horn í þessu leiksel. En megum ekki það koma yfir 7 horn í alla leikja. En við gerum bara bæði 7,5 og kili. Já, hvernig hljóma það? Ég er bara ekkert vissum að vera svona mikið á hornum. 3,1. Æja, laugum að standa. Já, laugum að standa. Mér finnst það mjög lélegur stuður. Ég myndi ekki nenn að taka þetta sjálfur. Nei, við erum að fara að bæta við öðru leik, sko. Þetta getur fyrir að... Já, þá myndi ég sleppa hornunum. Segjum bara Kyli Mbappe skori. Höfum þetta bara svona. Förum í spát Belgia. Við erum með Frakkland win og Kylian Mbappe skorar í venjulegum leiktíma. Hvað gerir þið þarna, strákar? Hvað sjáu þið þarna? Ég myndi setja bara spátnu inn. Spátvinnur, straight win. Bóttíndu skor, þeir vilja hann alltaf ekki. Nei, þeir eru ekki hrifnir af því. En hann er að fara hans í leikmannaveðmál. Það er neðst, það er alveg neðst leikmannaveðmál og velja þarna Lamine Yamal, markaða stóðsending. Brilliant. Brilliant. Hvað er hann? Hann er hann, hann er með svolítið langt nafn. 5.24. 524% ávöxtun. Bara stóru strákandi mæta og stóru liði vinna. Já, og ég held að en Spánverjarnir sko ekki gleyma því að í 32 úrslitum vinna Spánverjar hverja? Austurríki. Spánverjar eru búin að fá helvíti auðvelt prógram í þessu móti og þeir Úrúgvæ einhvern veginn gat ekki neitt. Þeir Cape Verde að fyrsti leikur, hvernig börðu það fram aftur? Cape Verde. Og þú veist, en þeir eru bara mjög lélegir í þeim leikspánaður og þeir bara gera 0-1 eftir svo kemur Cape Verde og eftir á og sína það bara að voru með fínt lið en svo fá þeir Saudi Arabíu sem það hafði ekki dýta mót að gera Úrúgvæ sem voru bara slagir Austurríki, þú veist, það er einn auðveldasti dráttur sem þú færið 32 úrslitum og svo gjössalega gjaldtróta lið Portugals, þeir eru búin að fara mjög auðvelda leið mjög auðvelda, þannig að spurningin er heldur þetta áfram, hei mér Spánverjar, þetta er ekki ennþá komin í neitt gýr sko, ekki neitt Rodri er að spila frábælega og við tökum þennan, þessi klár og Merino kemur trúlega í lið, því hann kom sterkur í síðasta leik. Stóra flugvélinn Gunni og Mækari takk kjalla og það er morgundagur haldið áfram að kommenta, við erum að gefa evrur, það er bara þannig, við erum að gefa evrur.